Já, velkomin í Rauðan raunveruleika. Við erum hérna Trausti Breiðfjörð og ég Karl Hlíðin. Við erum með góða gesti á okkur núna, Alessandra Briem, borgarfulltrúi Pírata og Ragnar Sigurðardóttir, formaður Ungra jafnaðarmanna og varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar. Komið sæl og takk hjálpa fyrir að koma. Takk fyrir að bjóða okkur, það er bara gaman að þessu. Gaman að fá okkur hingað. Kannski förum aðeins yfir það að við vorum, ég og Ragnar saman áðan fyrir utan ráðherrabústaðinn og þar sem að ráðherrarnir komu út af ríkisstjórnarfund og við tókum vel á móti þeim með sterkum kröfum. Hvað finnst ykkur um þetta allt saman? Á Bjarni Ben að segja af sér? Bara já, klárlega. Það er augljóst bara samkvæmt öllum skilgreiningum að fjármálaráðherra ber ábyrgð á þessum gjörningi. Það er alveg vissulega rétt að hann má framselja verkið eða þú veist láta eitthvað vinna það fyrir sig. En þann framselur sér ekki ábyrgðina frá því, sko. Hann þarf alltaf að tjekka á því og ef hann treystir þeim sem hann setur í að gera þetta svo vel og hann finnst hann ekki þurfa að lesa það, þá er það hans ákvörðun, sko, að kynna sér það ekki. Hann er alveg jafn mikill ábyrgðarmaður þessar gjörnings, sko. Og ég myndi meira sé að ganga aðeins lengra og þessi ríkisstjórn, Bjarni Benediktsson situr í umboði þess að hann myndaði þingmeirihluta með VG og Framsókn. Þau bera öll ábyrgð á því að hafa komið ykkur stöður í þessi ráðuneyti og í rauninni er það alltaf forsætisráðherra sem ber á endanum ábyrgð á öllum gjörningum sinna ríkisstjórnar nema forsætisráðherrann auðvitað gefið það mjög skýrt út að eitthvað sé gert í hennar óvild og krefji að það sé gengið tilbaka eða unnendur ráðherra segja af sér eða minnstakosti taki ábyrgðina með einhverjum áþreifanlegum hætti. Ef að forsætisráðherra kýs ekki að gera það, þá hlýtur maður að gera ráð fyrir því að hún sé samþykk gjörningnum og þá situr hún upp með ábyrgðina. Hvort sem hún er beinlínis sammála eða bara hefur metið það sem svo að áframhaldandi samstarf sé meira virði heldur en að gera þetta rétt. En eins og staðan er, þá eru ráðherrar ekki einu svona viðurkenna mistök, það segja bara já, Bankasýslan eitthvað. Já, mitt. Og okkur finnst það náttúrulega að vera kannski, allavega þingflokkarnir okkar hafa talað um það, hérna báðir hjá Samfylkingin og Pírötum að þú veist, það er bara ákveðin svona þú veist, vera bara að kasta rykju kjósenda, sko, og bara vera að koma með einhverjum svona lausnir sem að er í raun ekkert að fara að leysa þennan vanda eða taka á honum með neinum hætti og okkur finnst svolítið vera að fyrra ráðherra ábyrgð með þessu og það er alveg skýrt í lögum eins og Alexandra segir að ráðherra ber endanlega ábyrgð á framkvæmdinni og bara á sölu eignarhluta ríkisins og það kemur líka kom skýrt fram í minnisblaði frá Bankasýslunni sjálfri að það þyrfti að setja ráðherra, það var mjög vandað ferli framundan og ráðherra ætti að skoða í rauninni hverja einustu sölu og samþykkja hana og svo núna skrifar lögfræðingur Bankasýslunnar í grein í dag að það þurfi ekki og svo er bara svolítið áhugavert hvernig þessi málflutningur hefur verið þvers og krusk og að upphaflega segir fjármálaráðherra að þetta hafi tekist mjög vel, svo viðurkennir hann sjálfur að þetta hafi verið klúður og svo í dag segir hann að hann kannast ekkert við að þetta hafi verið eitthvað klúður. Þannig að maður bara veltir fyrir sér hvað er trúverðugleikinn með þetta ferli ef þau geti ekki einu sinni haldið sömu línunni, sko. Það er einmitt eins og hafi bara verið að reyna að taka sinn tíma og reyna að finna út hvernig það væri best að kannski afsaka þetta og nú mætir hann bara eftir páskafrí skeggjaður og bara nýr maður og allast til þess bara við trúum þessari nýjustu skýringu þeirra. Er ekki bara augljóst að við munum ekkert, það verður ekkert eitthvað hlusta á þetta? Greinilega ekki, þetta er kjaftaði, sko, sem við erum að koma með. Ég er með 2 punktar með þetta í viðbót. Fyrsta lagi, Bjarni Ben hefur áður lagt það til að leggja niður Bankasýsluna. Það er augljóst að hann bara notfæra sér þetta til að slá 2 flugur í einu höggi. Það er að losa sjálfan sig ábyrgðina núna og þurfi ekki dýra við Bankasýsluna í framtíðinni. Og ég velti fyrir mér á Twitter daginn hvort að nýja apparati sem tæki við myndi þá heita kattaþvottastu ríkisins eða eitthvað svoleiðis. Þetta er augljós ryksláttur, sko. Og annað, ef þau vilja meina að það sé ekki ástæða til þess að fara í frekari aðgerðir fyrir að koma eitthvað út úr skoðun ríkisendurskoðunar, en það er samt alveg tímabært að færi það að leggja niður Bankasýsluna. Þetta eru mjög misvísandi skilaboð. Annarkvort liggur þetta allt ljóst fyrir og það er að fara í aðgerðir gegn Bankasýslunni eða þá að þetta er allt saman voðalega óljóst og það þarf að bíða eftir niðurstöðu frá ríkisendurskoðun. Augljóslega á bara að fara í stofnun óháðra þingnefndar til þess að kanna þetta ofur í kjölinn sem hefur þá miklu víðtækari heimildir til að kanna þetta heldur en ríkisendurskoðun hefði. Ríkisendurskoðun getur ekki skikkað menn á fund nema þeir séu beinlínis ríkisstarfsmenn og getur ekki til dæmis
boðið friðhelgi eða eitthvað svoleiðis sem að það er það sem þarf til þess að fá alla söguna, sko, eins og þingnefnd gæti kannski gert. Þannig að í rauninni það sem við þurfum, ef við ætlum að fá þetta alltaf upp á borð, þá þurfum við óháða þingnefnd til að rannsaka þetta, bara eins og var gert eftir hrunið í sjálfu sér. Og Bankasýslan hefur svo sem áður lagt blessun sína á einhverju svona sölu, sko, á eignarhlutum ríkisins, þannig að það er ekkert voðalega trúverðugt, sko, ef að hugsunin er að vinna aftur traust almennings og það eru rúmlega 80% einstaklinga ósáttir með þessa sölu. Þú veist, þarf ekki að taka mark á því. Þú veist, gengur þá bara að fara til Ítalíu í 2 vikur og safna skeggi og koma svo tilbaka og segist ekki kannast við þetta sé neitt klúður. Þú veist, er það traustveikjandi? Er það rétt skilaboð til almennings? Nei. Og maður heyrir aftur Katrín Jakobsdóttir að tala í Kastljósinu hvað traust er mikilvægt og hún segir að það sé hrikalegt, sko, að stjórnarandstaðan treysti ekki Ríkisendurskoðun til þess að fara yfir þessi mál og maður velti fyrir sig bara hvað er hún að pæla. Fyrst þegar hún tók við sem forsætisráðherra þá talaði hann einmitt um þetta, það þyrfti að endurheimta traust fólksins og bara þjóðfélagsins á Alþingi en síðan lætur hún eftir mjög mikið af sínum stefnumálum, hleypir fullt af stefnum sjálfstæðismanna í gegn og alls konar einkavæðing og núna þetta. Þannig og segir svo þetta og ég held ég mun ekki eftir auglýsari dæmi bara svona þar sem verið að kasta ríki í augun á okkur og stjórnmálamenn að reyna að redda sér einhvern veginn, að reyna að láta þetta líta vel út, reyna að forða sér undan ábyrgð. Ég skil ekki heldur það sem Katrín segir að Ríkisendurskoðun, hún segir að Ríkisendurskoðun geti gert þetta vel og geti gert það snögglega og þess vegna vil hún ekki fá þessa óháðu þingnefnd sem að stjórnarandstaðan vill. En af hverju ekki, ef hún vill endurheimta traust, af hverju ekki að leyfa stjórnarandstöðunni að fá þessa þingnefnd? Það er ekki búið að kjósa nýjan ríkisendurskoðanda, það gerist í maí og hvað hann það bara sá einstaklingur að fá þetta verkefni í fangið og það litar all starfið hans. Og það er svolítið einkennilegt með það því hún nefnir þetta traust og maður veltir fyrir sér hvort að Katrín Jakobsdóttir sé búin að falla frá þessari vegferð eða þessu markmið að endurheimta traust á Alþingi vegna þess að það var á síðustu kjörtímabili áherslu á það, virtist vera að stjórnarandstaðan hefði eitthvað að segja, til dæmis í nefndum og svo framvegis, en núna er búið að koma þannig fyrir að það er aukin meirihluti stjórnarinnar í öllum nefndum Alþingis, þannig að það er svona ákveðin skilaboð bara til stjórnarandstöðunar og almenning sem að það sé kannski ekkert endilega plani lengur. Ég held að þessi ríkisstjórn virðist, bara ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur virðist álíta það þó að þau hafi fyrir einhverjum árum lagt upp með það að auka traust almennings á þinginu og ríkisstjórninni að þeim finnist vandamáli bara vera að landsmenn sé ekki nógu duglegir við að treysta. Það þurfi bara að sannfæra okkur að einhvern veginn rembast betur við að vera treystandi, við að treysta þeim. Ekki það að það þurfi að gera eitthvað af hálfu ríkisins eða þingsins til þess að eiga traust skilið. Ég myndi segja sko, grundvöllurinn, og þetta er bara sem að Píratar standa fyrir, grundvöllurinn í því að mynda traust er gagnsæi, þannig að fólk sjái og geti treyst hvað er í gangi. Það er samráð, svo fólk geti fengið að vera með í ákvarðanatökunni. Og það er, hvað segjum við, ábyrgð. Það er að þegar eitthvað gerist þá sé brugðist við því. Það sé farið í, fólk sé annarkvort látið fara eða þá að það sé farið í gagngerar breytingar sem fólk getur treyst að koma í veg fyrir að hlutinni gerist aftur. Það er grundvallar þátturinn í trausti. Ég myndi segja að okkar núna bara að verða erfðasynd sem kemur í veg fyrir að það myndist traust í pólitíkinni á Íslandi er stjórnarskráin. Alveg samanlega þar. Að meðan að almenningur upplifir að þessu sé stungið undir stól og reynt að humma það fram á sér, þá getum við ekki treyst því að ráðamenn þjóðarinnar vilji koma til móts við okkur, vilji framkvæma vilja þjóðarinnar. Þetta er eitthvað sem var kosið og fólk vill en fær ekki og við eigum mjög erfitt með að treysta þeim sem bara humma þetta fram að sér endalaust og neita meira sér að gefa góðar ástæður fyrir því. En haldið það til dæmis þetta mál minni á einhver áhrif á bara kosningabaráttunum til sveitarstjórna? Þú veist að þetta minni á áhrif á fylgiflokka eða hvort það jafnvel blandist eitthvað í umræða einhverju leyti? Að þetta er náttúrulega alveg bara risaskandall og er ekki hægt að færa nei ég veit það ekki, er ekki einhvern veginn hægt að, maður velti því fyrir sér sko. Já, mér finnst svolítið áhugavert að til dæmis það er núna þegar kosningaáherslur Sjálfstæðisflokksins voru kynntar á miðvikudaginn, þá var ekki minnst einu orði á sölu á
eigum eða fyrirtækjum borgarinnar sem að þau hafa barist mjög mikið fyrir. Ekki einu sinni það var ekki minnst á Malbikunarstöðina Höfða eða Orkuveituna eða neitt sko. Þannig að það er svolítið áhugavert og það er svona áhugavert í ljósi þess að það eru fleiri söluferli og til dæmis þegar Sjálfstæðisflokkurinn var við völd í borginni sem hafa sýnt sig að voru bara klúður og það sem að salan misheppnaðist eða fengið var miklu lægra verð fyrir söluna heldur en til dæmis hefði verið hægt að skila inn í bara kassan fyrir almenning, fyrir íbúa Reykjavíkur og nýta síðan til að bæta þjónustu. Þannig að ég held að þetta sé alveg klárlega að byrja að hafa áhrif, hvort það hafa áhrif á fylgi flokkana, veit ég ekki alveg. Það er ekki komið könnun ennþá síðan þá, svona sveitarstjórnar. Það var þegar þetta var svona að fara af stað, sko. Já, það var kannski, könnun var kannski tekið síðustu daginn og voru kannski þeir eitthvað að vara. Þú voru ekki að fara með það, sko. En það er alveg rétt að, og sko, þetta er svolítið sem ég segi stundum við fólk þegar það nennir ekki að pæla í, sko, háflegri pólitík. Það er bara í alvörunni stór partur af þessu líka að Sjálfstæðisflokknum er ekki treystandi, finnst mér, til þess að selja Orkuveituna eða Malbikunarstöðina eða aðra stórar eignir sem að borgin er með. Ég get alveg samþykkt í einhverjum heimum að kannski eigi að selja Malbikunarstöðina eða þannig, bara því að það er skrítið að vera með borgarreiki apparati í samkeppni eða þannig. En ég myndi, ég er samt ekki eitthvað 100% af því og ég er alveg á því að ég myndi ekki vilja að það væri Sjálfstæðisflokkur sem færi með þá framkvæmd. Og sko það er í rauninni bara stór hættulegt finnst mér ef að grunninnviðir eins og gagnaveitan og ljósleiðarinn eru seld sko og hvað þá ef að það er gert hjá Sjálfstæðisflokknum. Og þetta finnst mér bara stór mikilvægur partur af því að ég vil ekki að þau komist til valda í borginni því að þau hafa sagt það mjög skýrt að þau ætli að selja þessar grunninnviði eins og hjá ljósleiðaranum ef þau komast í aðstöðu til þess. Og við segjum ofta að þessar sölur misheppnist ef við fáum ekki bara markaðsvirði fyrir fyrirtækin eða eigninar. En í rauninni er þetta náttúrulega ekkert að misheppnast, virðist manni vera. Þau eru bara að koma sér í eitthvað eignarhald, þau eru bara þetta heppnast vel. Eins og Bjarni Ben var að segja bara áðan held ég að salan fóð prýðilega fyrir smá bulli á bankasýslunni sko, en annars bara gekk þetta mjög vel sko. Ok, það fyrir ekki. Nei, ég ætlaði bara að segja mörgum hægri mönnum finnst það nú að hafa gengið illa sko, þannig að ef maður vill treysta einhverjum til að gera þetta illa, ef maður vill að þetta sé gert þér höfuð þá held ég að maður ekki kjósa Sjálfstæðisflokkinn. En þar kemur svolítið inn á, ertu frjálshyggjumæður, ertu bara svona tækifæra sinni sem er að stunda ólígarkisma á ákveðin hátt. Akkúrat, þetta er, ég ætla einmitt að segja sko, því ég fór aðeins yfir bankasöluna núna bara áðan og bara ætla svona að rifja upp hvað mér þætti áður en ég kem hingað. Og ég get ekki sagt annað en þetta er skýrasta dæmi pilsfaldakapítalisma sem ég hef séð á Íslandi lengi. Af því að í rauninni sko, þeir leggja upp með það að vera með eitthvað sérstakt tilboðsverð til þess að fá inn stóra aðila, kjölfestu fjárfesta sem geti verið til staðar í lengri tíma og sé ekki bara fara að selja sig strax út. En eru búin fyrirfram að útiloka erlenda aðila. Það var ákveðið frekar snemma í ferlinu að það væri ekki vænlegt og þau ætluðu að sleppa því. En þá erum við í rauninni bara að tala lífeyrissjóðina á Íslandi. Það eru kannski einhver einstakar úttekningar, en það er basically bara lífeyrissjóðinir og kannski einhver einstaka milljarðamæringar. Og svo ákveðir að setja ákveðið hámark á hvað þeir mega að kaupa mikið. Og svo fá að koma inn alls konar aðrir aðilar, bæði sko aðilar sem keyptu og fóru strax út í fyrri sölunni og sem eru kannski bara með vafasama sögu bara frá því fyrir hrun og hvaðina sko. Og eina sem að gerðist að við sjáum að lífeyrissjóðirnir höfðu algjörlega áhuga á því að eiga meira en þetta 40% eitthvað sem þeir máttu kaupa í þessari sölu og þeir fara bara beint í það leið og hinir aðrar fara til að selja þá bara kaupa lífeyrissjóðirnir það af þeim á bara markaðsverði. Lífeyrissjóðirnir voru alveg tilbúnir að kaupa þetta markaðsverði. Eina sem að gerðist var að það komu inn einhverjir þarna vildarvinir sem að fengu að kaupa ódýrara og selja á markaðsverðinu og hirða þessar milljarða sem voru þarna á milli og í staðin fyrir að það fari frá lífeyrissjóðunum í ríkissjóð, þessir milljarðar sem eru á milli, þá fara þeir í vasan á einhverjum vildarvinum. Þetta er eins skýr pilsfaldakapítalismi við nokkuð tíma séð. Og þetta er ein af kannski mörgum ástæðum fyrir að við sósíalistar erum bara rosalega mikið á móti einkavæðingu yfir höfuð. Það er bara þessi hætta, því að mér finnst bara vera mjög fá dæmi að einkavæðing hafi tekist bara í mörgum löndum í kringum okkur. Þetta virðist enda alltaf á mjög svipaðan hátt að það verður ákveðin stétt af ólígörkum sem taka þetta yfir, svo hafa þær ógeðslega mikið völdi gegn þann auð sem er fá og spilla stjórnvöldum og þetta verður einhver ógeðslegur vítarhingur, skilur, og þetta fer bara minna meira og meira Rússland Pútín, sko. Maður er svona farin að hugsa það, sko. Það allavega ykkur ekki traust kannski almennings á ferlina að fjármálaráðherra að selja
pappa sínum hlut bara svo opinn segja sumir og þó hann hafi samkvæmt allavega minnisblað frá bankasýslunni fyrir söluna átt að fara yfir hvernig á einn hlut, þú veist, en og það að einmitt eins og þú segir, bara fólk sem kom að hruninu í raun og part 2 bara. Já, hluti af þessu núna og fólk sem sætir rannsókn vegna spillingarmála í Namibíu, þú veist, ég meina, þú veist, ég einhvern veginn, ég held að ég tek alveg undir mér Alexandru, þú veist, í einhverjum kringumstæðum get ég alveg séð fyrir mér að það sé hægt að selja einhverja eignarhluta eða einhver fyrirtæki sem að þurfi ekkert endilega að vera í höndum til dæmis borgarinnar eða ríkisins og gera það vel, en maður þarf ef það á að gera það þarf að rökstyðja vel og vanda til verka og það má ekki vera þannig að megin svona forsendan fyrir því að fólk sé að kaupa sé að græða, sko, og það var náttúrulega átt að vera forsendan fyrir þessu var að það átt að finna langtíma fjárfesta og eitthvað svoleiðis, þú veist, en Samt engin takmörk á hvað, ef það var málið, akkur þú ekki settir einhverjir skilmálar hvað þú þurftir að eiga lengi áður þú seldir? Það er ekkert mál að hafa það inn í svona samningum. Og maður veldur alveg fyrir sér fórsendar fyrir því að vera kallaðar fagfjárfestir, þú veist, hvað þarf maður að gera alltaf að vera það? Þetta eitthvað algjört newspeak dæmi, sko, ekkert smá, algjört. En ég reynda bara svo komið fram, þá ég alveg á því að grunninnviðir eiga verið í opinberri eigu. Þá ég tala lagnir, vegi, ljósleiðara, allt þetta, sko. Það er alveg hreinar línur. En spítalar? Ég myndi segja það. Ég myndi reynda að segja, svona, hvað segum við, valkvætt hliðarkerfi mér að meinalausu að sé líka til í enga en heilbrigðisþjónusta á að vera rekin opinberum aðilum. Ég vona einhvern tímann verða þannig á Íslandi að við getum tekið þetta debate, þau sem eru kannski lengra til vinstri og þau sem eru lengra til hægri og treyst hvort öðru til þess að vera að reyna að gera það sem er best fyrir samfélagið, ekki að sé einhverjir svona dútar um allt að reyna. Ég held að margir sem að þú veist að þetta er kannski einhverja hugmyndafræði hægri vinstri sé alveg þar, sko, vilja alveg gera það sem er best en svo einmitt hverjir komist til valda og hverjir framkvæma söluna, sko, og og einkavæðinguna og hvernig heppnast hún, þú veist, mér finnst allavega eins og heilbrigðiskerfin í dag, mér finnst þessi kerfi ekki starfa nógu vel saman fyrir neytendur, þú veist, þá þurfa að vera að fara neytendur heilbrigðisþjónustu, notendur heilbrigðisþjónustu. Þetta er náttúrulega frábrugðin annarri þjónustu og þarf að fara einhvern veginn á milli staða í, þú veist, myndatöku eða, þú veist, einhverja myndgreiningu og svo ferðu með það, þú veist, annarkvort heimtíðin eða bráðmóttöku og svo ferðu þú veist, það er ekki nógu mikil samræming og það er ekki nógu mikil bara svona gæðastýring og eftirlit, þú veist, ætlum við bara að gera þetta einhvern veginn randomly, þú veist, þannig að hvar er eftirspurn eftir því að hafa einkastofur, þú veist, eða ætlum við að gera þetta út frá því að þú veist, hvar getum við þá létt á megin þorra heilbrigðisþjónustunnar eða þungu heilbrigðisþjónustun sem er á spítalanum. Þannig að, já, þú veist, mér finnst einhvern veginn þessi einkavæðing sem hefur átt sér stað undir stjórn Sjálfstæðisflokksins, mér finnst hún bara ekki hafa heppnast vel. Hún er líka bara léleg, það er líka bara augljóst að þetta er eitt af svona dæminu þar sem að opinber heilbrigðisþjónusta er látin sitt á hakanum og dragast aftur úr í rauninni til þess að búa til ástæðuna til þess að úthýsa svo þjónustunni annað. Ég meina, sko, spítalinn í rauninni, Landspítalinn hefur verið undirfjármagnaður bara síðan að ég man eftir mér, sko, bara síðustu 10 árin, þú veist, ég byrjaði læknisfræði fyrir alltaf mörgum árum síðan, ég var bara að útskrifast, þú veist. Ég var læknir einmitt, til hamingju. Já, takk fyrir það, loksins. En þú veist, bara frá því ég var á fyrsta ári læknisfræði, þá var verið að tala um hvað kerfið var undirfjármagnað og þá, þú veist, og það var, þegar ég var í menntaskóla, þá var það, þá var hrunið og þá hafði verið bara undirfjármagnaður spítalinn fyrir hrun, þau veitir, þannig að, þú veist, það er alveg, þú veist, maður þarf líka að pæla í því, sko. Ég vil allavega, þú veist, mér finnst að skipta öllu máli að leggja áherslu á það að fjármagna opinberu þjónustuna fyrst og leggja áherslu á hana, það sem náttúrulega gerist ef við fara að tala um hrunið, af því allir finnst svo gaman að tala um hrunið, er að, þú veist, að það var bara, þú veist, opinbera heilbrigðiskerfið var látið setja á hakanum, jafnvel fyrir hrun, það var bara farið á fulla ferð í einkavæðingu. Og svo eftir hrun, þá voru bara Sjúkratryggingar Íslands búin að gera samninga við einkaaðila, þannig að þeir þurftu ekkert að skera niður, en spítalinn þurfti að sjálfsögðu að skera niður og maður mátti ekki bara fá sér kaffi, þú veist, án þess að það var tekið af starfsfólki, sko. Þannig að ég held að við þurfum eitthvað að breyta langtíma sýn á, sko, þjónustun okkar, sem með þjónust er ekki bara,
þú veist, að einkavæðing þjónustu ekki bara eitthvað fólk sem vil græða á því, sko. Ég efast ekki það að allir sem að, þú veist, starfa í kerfinu og svona vilji gera vel og eflaust að það líka bara við þú veist, bara öll fyrirtæki sem eru einhvern veginn, hvort sem í eigu ríkisins eða einkaaðila, þú veist, en þeir sem að framkvæma einkavæðinguna, þú veist, þeir þurfa þá allavega að reyna að sjá til þess að þetta gangi upp, sko. Það virðist líka vera, sko, ég þekki þetta fullt af gegn heilum hægrimönnum sem að trúa á þetta og eru bara svona raunverulega á því að þetta sé bara besta leiðin til þess að búa til hamingju fyrir alla, en þannig. En það er svo auðvelt fyrir svona einhverja eigin hagsmunapotara að blanda sér í hópinn hjá þeim og það getur verið mjög erfitt að sjá muninn, sko. Nákvæmlega. Og þannig að það veist, ég myndi svona eiginlega ekki kalla Sjálfstæðisflokkinn raunverulegan hægriflokk, sko. Ekki heldur einmitt. Þetta er bara varnarkerfi utanum sérhagsmuni í rauninni. Það eru ágætir einstaklingar inn á milli, sko, ég þekki alveg nokkra. En það er bara, í rauninni eru það, þú veist, annarkvort þeir sem eru mjög meðvitað að reyna að breyta hlutunum, eða bara, svo ég myndi ekki létt að segja að það er fólk sem er bara pínu búið að loka augunum fyrir þessu, eða vill ekki sjá þetta. Ég held persónulega eins og Noam Chomsky sem við höldum nú mikið upp á, hann hefur sagt að þetta sé klassískt tricks svona hjá stórkapitalistum, svona alþjóða stórkapitalistum sem vilja kannski komast inn á einhverja markaða í einhverju löndum og eru, þú veist, kannski í sambandi við einhverja embættismenn þar, að þá er bara stefnan, þú veist, að fjársvelta kerfin og segja, þú veist, við munum setja meira í þau, skilur, og svo hreinlega niður og síðan bjóða upp einkavæðingu, eins og varst að miðla og mig grunnaði þetta fyrir nokkrum árum, en nú er ég orðinn frekar viss að þetta sé bara nákvæmlega stefnana þegar maður sér til að koma kosningar þá eru allir sósíaldemókratar virðist vera, sko. Það er bara every time. Já, ég meina það voru auglýsingar frá Sjálfstæðisflokknum fyrir kosningarnar í allavega 2017 og ef ekki síðast líka, það sem var bara eitthvað svona, ég man ekki nákvæmlega hvað það var, en það var bara eitthvað svona treystum Sjálfstæðisflokknum fyrir að bæta heilbrigðiskerfið, var bara eitthvað svona, ég heyrði þetta í út af því heyrði það fyrst, sko. Bara þegar við tala velferð og... Allir mjög hólsam og allir sammála. En við viljum kannski líka eins ræða bara borgarmálin og hvernig hvernig það leggst í ykkur, kosningabaráttan, er allt komið á fullt í okkur? Já, ég myndi segja það. Já, okkar flokkar voru báðir að keyra í gang kosningabaráttuna svona formulega í gær. Já, rosalega samstilt. Nákvæmlega. Já, við ættum alltaf að vera kannski samstarfi. Já, það var... Það var ekki planað. Það var ekkert plan, sko, en þetta var bara góður dagur, þú veist, sumardagurinn fyrsti, páskarnir hlutir og nýbúnir. Já, er þetta ekki alltaf að byrja bara núna, þú veist? Jú, ég held að segja að fara af stað núna og við sem kannski kannast við það, maður er búin að vera alveg að einhvern veginn síðasta mánuðin eitthvað svoleiðis, finnst mér allavega frá morgun til kvölds, bara, þú veist, auk náttúrulega vinnuna í borginni, en það var kannski ekki náttúrulega núna í páskafríin, en allavega páskana, þú veist, var maður bara, fyrir utan þegar ég var enda veik, þú veist, það var maður bara einhvern veginn bara í þessu, sko, en núna er þetta svona að fara út, þú veist, þetta er búið að vera svolítið ósýnilegt kannski, fólk voru inn á við, þú veist, vinna stefnuna einmitt. Já, þú veist, við vorum að klára stefnumótunina og svona einfalda það niður í eitthvað sem að myndi passa á bækling, þú veist, Pírötum er pínu tamt að, eins og síðast, þá skrifum við fína stefnur, en við náðum ekki alveg að gera það að stuttu plaggi svo gæst lesi, þannig að nennir enginn að lesa 70 blaðsíður af stefnum. Nei. Fáir. Já, ég veit ekki en almenni vegfarandi sem eru út í bónus. Nei, og meira segja sko hinir flokkarnir sem að svo ætluðu að fara að semja við okkur meirihlutasamstarf, mæta þann fund með eitthvað svona lásið þið þetta? Voru það 70 blaðsíður? Við erum með svona tæplega 40. Það voru alveg 70, það voru gæti að hafa verið 40. En svona hver eru, þú veist, ef myndu nefna svona bara, þú veist, hvað er nummer 1 svona á ykkar áherslu, þú veist, ég byrja á þér Ragnar eins og í Samfylkingunni, hvað er svona fyrsta sem þið leggja áherslu á? Sko, við erum með nokkra áhersluatriði, en við náttúrulega leggjum mjög mikla áherslu á húsnæðismálin og það hefur svo sem kemur einhverjum á óvart. Við teljum mjög mikilvægt, sko, í fyrsta lagi að það sé bara fara í stórfellda uppbyggingu íbúða og það hafa svo sem síðustu ár verið metár í uppbyggingu íbúða í Reykjavík og yfir 1000 íbúðir í byggingu á hverju ári. En við viljum setja markið hærra og það þarf út af meðal annars út af ástandinu á húsnæðismarkaði og þar hægt að tala endalaust lengi um það út af hverju það er og COVID kemur inn í það aðgerðleysi ríkisstjórnarinnar í COVID reyndar, húsnæðisverð hækkaði meira á Íslandi heldur en til dæmis í öðrum Evrópulöndum í COVID en og svo má líka nefna það aðgerð ríkisstjórnarinnar til þess að hjálpa fyrstu kaupendur að renna kannski fyrst og fremst í vasa þeirra sem eiga mestu tekjurnar en allavega þá leggjum við áherslu á að byggja 2000 íbúðir á ári næstu 5 árin og það er svona helmingurinn af því sem er talið þurfa á landsvísu.
þó að þetta hverja þriðjungur íbúa búa í Reykjavík á landinu. En við teljum líka gríðarlega mikilvægt og ég held að þetta sé, þú veist, eitt af lykilatriðum fyrir því að skipti máli að það verði ekki nýr meirihluti myndað til hægri, er að Reykjavík hefur auðvitað leitt uppbyggingu félagslegra íbúða á bara öllu landinu og sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Það eru 7 af hverjum 10 íbúðum sem eru byggðar á vegum óhagnaðardrifinna húsnæðisfélaga eru byggðar í Reykjavík. Það eru það bil 5.000 manns sem hafa á undanförnum árum fengið heimili, bara þak yfir höfuðið vegna uppbyggingar óhagnaðardrifinna félaga, húsnæðisfélaga, og þetta er í rauninni endurreisn bara verkamannabústaðakerfisins sem var lagt niður á sínum tíma og var mótmælt harðlega af meðal annars Jóhönnu Sigurðardóttur sem var þá á þingi fyrir hönd okkar. Þannig að þetta er eitthvað sem að bara, sko, allavega ég líka sérstaklega brenn fyrir og þetta er eitt af okkar helstu áherslumálum og þetta er hluti ástæðan fyrir að ég fór eiginlega fyrst inn í pólitík. Ég fór inn út af þegar ég var í forseti stúdentarráðs og þá lögum mikla áherslu á húsnæðismál stúdenta og húsnæðisuppbyggingu stúdentaíbúða sem falla undir þessi óhagnaðardrifin félög. En svo er einmitt líka félagslegu íbúðirnar og það eru þetta bara Reykjavík leiðir það og sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu og það er bara svolítið sorglegt að sjá sko hvað sum sveitarfélög og sérstaklega kannski þau það sem Sjálfstæðisflokkurinn er í miklu meirihluta bara hafa staðið sig illa í þeim málflokki sko. Þannig að það er það. Svo leggjum við auðvitað áherslu líka á samgöngurnar, borgarlínu, þéttingu byggðar meðfram borgarlínu til þess að hún gangi upp. Það er bara risastórt loftslagsverkefni og svo eru líka að leggja áherslu á betri borg fyrir börn og það er svo sem verkefni sem hefur verið í gangi á vegum borgarinnar og það var það bæði auðvitað menntakerfið, grunnskólakerfið og leikskólana og stórfellda uppbyggingu leikskóla til þess að brúa bilið sem sögum 2014 ætla að gera á 6 árum. Það er útlit fyrir að það náist á 5 árum að 12 mánaða börn fái boð í leikskóla. Þannig að það er stórt áherslumál og svo líka börn af erlendum uppruna og að taka vel á móti þeim. Píratum er svona Við erum auðvitað samtaka ýmislegt, sérstaklega hluti sem við unnum mjög mikið saman eins og með bara áherslu á 2000 auka íbúðir og eitthvað svoleiðis og ég var í stýrihópnum brúum bilið þannig að ég er mjög mikið inn í því líka en basically stærsti hluturinn sem Píratar standa fyrir er heiðarleg stjórnmál og það er bara okkar aðalsmerki inn í allri pólitík og ég vil meina það að meira segja mjög mörg sem að það var einhver mæling á því eitthvað 70% sko, sem myndu kannski ekki vilja kjósa okkur beinlínis sem fyrsta val eru samt með okkur sem annað, þriðja eða fjórða val. Við erum oftast flokkurinn sem að fólk vill að minnsta kosti hafa með þó að það vilji kannski ekki endilega kjósa okkur sjálft og það er vegna þess að við höfum sýnt að við erum heiðarleg í stjórnmálum, við erum með bara þannig nálgun á stjórnmálin og við erum trú okkar hugsjónum og við göngum ekki bara gorð okkar, það er bara eins og við gerum gott betra. En við erum búin að vera að fókusa núna á 3 svona megin stoðir á hvernig við viljum sjá borgina. Það er græn þekkingaborg og það er loftslagsmálin, við finnum að loftslagsmálin svolítið mikið bara í fyrsta sæti með allt. Það er þá líka bara hvernig borgarskipulagið er, það er borgarlínan, það er bara fletta malbyggið, sko, það er bara liggur við, sko, það er bara mjög mikilvægt að draga úr notkun einkabíla og auka hlutdeild almennra samgangna. Það endurhugsa mjög margt. Nefnilega. Það er líka bara, vísindasamfélagið, þekkingin, menningin. Við erum með aðgengileg sanngjörn borg. Það er bara að passa það að samfélagið sé fyrir okkur öll. Það er að öll fá að vera með upplýsingar séu aðgengilegar á fleiri tungumálum, á auðlæsu máli. Það er að það sé gert ráð fyrir í allri hönnun bæði á borgarlandi og byggingum um borgarinnar að það sé aðgengi fyrir öll. Þetta er bara mjög nauðsynlegt og ég hef komið með það er fagleg lýðræðisborg, það er samráðið við fólk, það sé raunverulegt samráð snemma í ferlinu, fólk upplifa að það fái tækifæri til að vera með, við lögðum mikla áherslu á það að þessu kjörtíðanbili að gera íbúðaráðin að koma þeim aftur í gott form. Við fengum það inn að vera með slembivalin fulltrúa í þeim öllum, þannig að það fær oft inn sjónarhorn sem að þú væri kannski ekki að fá annars. Já, við beitum þeirri aðferð hérna í Sólstjórnarflokknum einmitt. Akkurat. Áhugaverð.
þú getur lent náttúrulega með eitthvað fólk sem nennir ekki að mæta eða þannig, en þú getur líka lent með fólk með mjög áhugaverð sjónarhorn sem að hafði kannski aldrei ímyndað sér að það myndi eiga einhverja samleið með pólitík eða þú veist, ætti eitthvað að vera að leitast eftir því. Þannig að þetta mjög áhugaverð nálgun sérstaklega eins og ég segi íbúðaráðunum og það hefur tekist mjög vel að virkja þau á kjörtímabilinu, kannski fyrst og fremst akkurat núna sem sko samráðsvettvang og upplýsingavettvang, en til þess bara kom mikið af breytingum á aðalskipulaginu var hætt við eða bætt í eða breytt eftir umsagnir frá íbúðum í kjölfar kynninga íbúðaráðunum. Þannig að þau voru algjörlega sanna gildið sitt. En það er þessi fagmennska og bara, þú veist, hlusta á vísindin. Mér finnst það mjög mikilvægt. Og þetta eru svona þessar meginstoðir. Ég er ekki að útskýra þetta alveg jafn ítarlega kannski og Dóra gerði í gær, en þetta eru þessar 3 stoðir. Og við leggjum mjög mikla áherslu á þetta. Við höfum alltaf passað upp á að vera svona varðhundur fyrir íbúasamráð, fyrir aðgengi, fyrir fagleg stjórnmál. Við gefum engan afslátt af því að auka gagnsæi. Öll B-hlutafyrirtækin ættu að okkar mati að opna upp á sín gögn eins mikið og þau geta upp að þeim mörkum sem þau geta absolutt ekki farið yfir út af samkeppnissjónarmiðum. Og þetta er eitthvað sem við höfum bara lagt mjög mikla áherslu á. Við erum líka búin að vera mjög framarlega í sem sagt, við höfum verið að keyra stafrænu umbreytinguna og það var eitt af því sem við erum ánægðust með á kjörtímabilinu, það er að fá eins og 10 milljarða á 3 árum í stafrænu umbreytingu. Það er líka bara töluverð umbreyting í gagna utanumhaldi borgarinnar, við erum með gagnastjóra sem var ekki áður, ýmislegt svona, vefsíðan nýja sem er kannski nýja vefsíða Reykjavíkurborgar sem er reyndar að fara pínu brösulega af stað, er samt til á ensku líka sem er nýtt. Umsóknarferlar eru líka mögulegir á ensku. Virknin er kannski ekki orðin rosa mikil en þetta getur orðið meira. Já, en hún er hönnuð með aðgengi að sjónarmiði með einfalt mál og þannig að það sé auðvelt að bæta við fleiri tungumálum í kjölfarið sko. Þannig að þetta er bara mjög mikilvægt. En svo ég kom aftur í hring. Grundvallar ástæðan fyrir því að Píratar eru til er að við leggjum áherslu á heiðarleg stjórnmál. Gerum þetta vel. Já, en við fórum núna í síðustu viku og heimsóttum fólk sem býr í húsbílunum niðri í Laugardal og það var mjög sterkt svona, þú veist, sem maður heyrði þar að þeim finnst ekki eins og sé verið að hlusta á þau og þeim finnst eins og þau mættu hafa miklu meira að segja til dæmis hvernig svæðið er bara hvernig umhverfið og það er mótað eftir þeirra þörfum. Þau töluðum að í COVID miðum heimsfaraldri þá var ekki sápa til dæmis í 5 daga og bara klósettið við fórum og kíktum á þetta er allt bara niðurníðslu og ógeði sko. Og maður velti fyrir sér hvers vegna hefur það ekki verið gert betur og ef þú veist á maður ekki að hlusta mitt á íbúðan ef þau eru með kvartanir og þau eru að tala bara þetta er bara alls ekki í lagi, þau hljóta að vita betur heldur en þessir ekstraraðalar sem eru þarna myndi maður halda með að það er ekki verið að gera sem þau þurfa að halda. Það er eitthvað mjög ekstraraðalar líka sko. Það á að vera eitthvað óhagnaðardrifið en þau eru að reka þetta sýnist mér í frekar miklum hagnaði og flytja hagnaðin inn í eitthvað óhagnaðardrifið félag. Er þetta ekki eitthvað fyrirtæki sem heitir Farfuglar og Borgin sem eru saman með þetta held ég. En þetta var, bara svo ég segi það er búið að vera pínu vandamál með hvernig á að haga þessu rekstri, sérstaklega þegar COVID kom og það var minna ferðamannatekjum og svoleiðis, þannig að þetta var bara pínu erfitt hvernig við vildum gera þetta. Það er líka bara eitt sem mér finnst mjög mikilvægt, það er að ég vil ekki að sko hjólhýsabyggð verði að einhverju svona formlegu húsnæðisúrræði fyrir fólk í vanda. Þú veist, ég held að það væri hættulegt skref. Af hverju ekki? Vegna þess að þá erum við að í rauninni normalisera það sem eitthvað sem það er ódýrara en að gæslappa heldur en að gera margt annað því sem við ættum frekar að vera að gera og það í rauninni bara normaliserar það að jaðarsetja fólk enn frekar í byggð af lægri gæðum. Það er ekkert að því að fólk vill búa svona í þessum vill búa með þessum hætti, sérstaklega fólk sem er kannski bara tímabundið í Reykjavík út af þegar að sækja sjúkraþjónustu eitthvað svoleiðis, en mér þykir það varasamt að beinlínis gera slíka búsetu að velferðarúrræði eða þannig. Ég held að það væri skref aftur á bak. Ég skil hvað meinar að vil ekki gera þetta endilega að einhverju venjulegu úrræði fyrir þau þegar við erum ekki að gera það sem við ættum að gera, af því við erum ekki að gera það sem við ættum að gera. En eins og fólki sem er þarna núna, það má ekki skrá lögheimili sitt þarna. Þannig endar á því að það er bara ekki með lögheimili. Og þau fara þarna og ná þá að mikið öryrkjar og svoleiðis sem hafa ekki mikið á milli handana og þau ná að draga úr leigukostnaðinu sínum alveg verulega með því að vera hana og
og þeim leið bara nokkuð vel með að vera þarna, fólki sem við töluðum við. Þetta var bara frekar cozy, þau voru með samfélag svona í kringum sig. Þau voru í rauninni að þjónusta þessu svæði frekar mikið. Já, og það virðist vera að þessi ekstra ræðili sé ekki að gera þau voru að tala um að eftir að fá borgað, þau eru aðstofa túristar svo mikið þarna sko. En það var alveg svona, þú veist, svona hjá flestum allavega leiði mjög vel og það eru margir örugglega sem segja það bara til þess að halda ákveðinni sjálfsvirðingu líka að segja það, en ég held líka að við þurfum kannski að mæta bara fólki á þeim stað sem það er. Ef það er komið á þennan stað þá verður við bara að gera það verkum að þau geti lifa eins góðu lífi og haft bara að upplifa líka virðingu. Ég held að það sé það sem að þau tala mest að upplifa ákveði virðingarleysi gagnvart þeim og þessi óvissa, þú veist, þau vita ekki hvort þau geti verið þarna til langs tíma, þú veist, alltaf á hverju vori eru þau bara, þurfum að fara, þú veist. Það er reyndar alveg bara rétt hjá þér og auðvitað eigum við að taka fólki þar sem það er og reyna að finna lausnir sem að henta þeim, það er bara, og ég held í rauninni, sko, þetta var svona svolítið, óvissa með þetta var fyrir svona 2 árum, svo held ég að þetta væri svona komið í tiltölulega góða endingu, en ég held reyndar einmitt að bara út af því að COVID setti bara rekstrargrundvöll eins og rekstraraðilann svolítið í uppnám sko, þá bara ég hef bara ekki heyrt af þessu í rauninni svona eins og 1,5 ár og bara leiðir þetta að heyra að þetta sé, ég fór alveg að hann neyrir sko og talaði við fólk og eitthvað fyrir svona 2,5 ári, eða 2 árum og ég held að þetta væri svona komið því þá svo var skiptum í rekstraraðila og gerði öðruvísi samningur, ég held að þetta væri eins og sé komið aðeins betri horfur, á betra horf segi en svo getur líka verið að við þurfum bara að finna aðra staðsetningu eða einhverja aðra leið því að það er líka vist svona ósamræmi í sko, ef þetta er beinlínis að vera sko langtíma búseta þá fer það ekki vel saman með endilega svona skammtíma ferðamanna tjöldun eða þannig. Það er, þú veist, fólk sem kemur í helgarferði eða er í viku eða eitthvað og er eitthvað að rápa og vil kannski vera að grilla eða skemmta sig með vinnu sínu. Það kannski er ekkert gaman að ef þú basically bara býða þig bara heimilið þitt að vera með svoleiðis við hliðina á þér eða öfugt skilur. Það er ekki alveg svona samræmileg markmið. En ég reyndar á því að það auðvitað ætti að vera hægt að skrá lögheimili ef þú ert þarna lengri tíma. Það er bara mjög skrítið að það sé ekki hægt. Ég held reyndar tæknilega sé að það sé já, en ég held að það sé frekar sko ríkismál heldur borgarmál en ég er ekki alveg viss. Þetta er bara svolítið snúið sko. Já, ég held svona að punkturinn sé kannski aðalega bara að þau einhvern veginn hafi líka bara miklu meira þetta að segja. Þeim líður ekki eins og að þau geti komið skilaboðinu sínu heldur greitt til fólk sem er í borginni. Þetta er einhver, ég skil ekki alveg situation eins og sé einhver milliliður í þessu farfuglaheimili sem er einhvern veginn meira stuð. Já, mjög weird, það þarf borgin þarf að skoða. Það er bara mjög gott að þú veist að fá að heyra af þessu af því ég eins og Alexandra hef ekki heyrt kannski af þessu eða sko bara af svona ástandinu eftir að breytingarnar voru gerðar sko þannig að þetta sé bara klárlega eitthvað sem þarf að skoða sko. Það er margt annað sem við getum rætt en við erum því miður bara runnin út á tíma. Já. Við erum bara að taka meira spjall seinna. Við erum að tala meira seinna. Takk hérlega fyrir að koma. Ætlið að mæta á laugardaginn eða morgun á mótmælum? Já, ég ætla að reyna að mæta. Við erum með kosningaprógram en það verða allavega klárlega fulltrúar frá UJF sem verða á staðnum. Ég reyndar er í viðburði í Gerðubergi á morgun með það sem við erum að ræða kosningaþátttöku innflytjenda. Ég kem bara leið og hann er búinn, ég held alveg, ef ég man rétt þá átti ekki skarast of mikið en það er sem fyrirveri ég gæti verið sein en þú veist, auðvitað mæti ég á þessi mótmæli ef ég get og það verða alveg örugglega einhverjir frá Pírötum. Við hvetjum alla hérna til þess að fylla Austurvöllin, það er bara, það verður, ég gerir ráð fyrir að vera 2-falt fleiri en síðustu helgi og við ætlum bara að halda því áfram. Því er ekkert annað. Það verður allan að búa ákveða, við ætlum að mótmælastu 3 helgar, þannig að ef þau halda að við sem að vera að gefast upp þá skjáttlast Bara mæta. Öll að mæta á laugardaginn. Blasrocka á Pat Oscar. Já, það er ekkert minna. Stuð. Brúðuleikar og ljóðskap. Já, það verður líka eitthvað svona brúðuleikur líka. Fjölskylduvæn skemmtun. Þjóðhátíð. Og 80% þjóðarinnar er sammála þessu, þannig að bara fjölmenna. Takk fyrir, sjáumst á morgun. Takk. Það er þetta ekki bara fjör.